Fyrsta bréf Jóhannesar, hið almenna, 1. kafli. Efni vort það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig, til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort við föðurinn og við son hans Jesú Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Og þetta boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú sonar hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í okkur. Fyrsta Jóhannesar bréf, 2. kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir okkar, og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann, ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir, ég þekki hann, og heldur ekki boðorð hans, lygari, og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breyti. Þið elskuðu, það ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður það nýtt boðorð ég rita ykkur, og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið að hverfa og hið sanna ljós þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu, og í honum ekkert leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur, börnin mín, af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur, foreldrar, af því að þið þekkið hann sem frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar, af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur, börn, af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur, foreldrar, af því að þið þekkið hann sem frá upphafi. Ég hef ritað ykkur, unglingar, af því að þið styrkir og orð Guðs býr í ykkur, og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum
Sá sem elskar heiminn, elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hinn síðasta stund runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lygi getur komið frá sannleikanum. Hver lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur þá sem að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur, því andi hans fræðir ykkur allt, hann sannleiki en engin lygi. Verið stöðug í honum eins og hann kenndi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem iðkar réttlætið barn Guðs. 1. Jóhannesarbréf, 3. kafli. Sjáið hvílíkan kærleika Faðirinn hefur auðsýnt okkur, að við skulum kallast Guðs börn. Og það erum við. Heimurinn þekkir okkur ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þið elskuðu, nú þegar erum við Guðs börn, og það ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá verðum við honum lík, því að við munum sjá hann eins og hann Hver sem hefur þessa von til hans, hreinsar sjálfan sig eins og Kristur hreinn. Hver sem drýgir synd, fremur lögmálsbrot. Syndin lögmálsbrot. Þið vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum engin synd. Hver sem stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem heldur áfram að syndga hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa ykkur. Sá sem iðkar réttlætið réttlátur eins og Kristur réttlátur. Hver sem syndgar heyrir djöflinum til, því að djöfullinn hefur syndgað frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skyldi brjóta niður verk djöfulsins.
Hver sem af Guði er fæddur syndgar ekki, því að það sem Guð hefur í hann sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur af Guði. Af þessu má greina að börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem iðkar ekki réttlæti og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er sá boðskapur sem þið hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hvert annað. Ekki vera eins og Kain sem var af hinum vonda og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann? Af því að verk hans voru vond, en verk bróður hans góð. Undrist ekki, systkin, þótt heimurinn hati ykkur. Við vitum að við erum komin yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður okkar og systur. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn eða systur er manndrápari, og þið vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesús lét lífið fyrir okkur. Svo eigum við og að láta lífið hvert fyrir annað. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn eða systur vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir þeim, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friðað hjörtu okkar frammi fyrir honum, hvað sem hjarta okkar kann að dæma okkur fyrir. Því að Guð er meiri en hjarta okkar og þekkir allt. Þið elskuðu, ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum, af því að við höldum boðorðans og gerum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð, að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesú Krists og elska hvert annað samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorð Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann er stöðugur í okkur þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið okkur. 1. Jóhannesarbréf, 4. kafli. Þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andan. Reynið þá heldur og komist að því hvort andinn sé frá Guði. Því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þið þekkt anda Guðs. Sér hver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn sem maður er frá Guði. En sér hver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þið hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Börnin mín, þið eruð af Guði og hafið sigrað falsbámennina því að andinn sem er í ykkur er öflugri en andinn sem er í heiminum. Falsbámennirnir eru af heiminum. Þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum af Guði. Hver sem þekkir Guð hlýðir á okkur. Sá sem ekki er af Guði hlýðir ekki á okkur. Af þessu þekkjum við andan sem flytur sannleikan og andan sem fer með lygar. Þið elskuðu, elskum hvert annað, því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð.
Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar, að Guð hefur sendt einkason sinn í heiminn til þess að hann skyldi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðu, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við höfum séð og vitnum að Faðirinn hefur sendt soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elskað hvert annað og lifað eins og Kristur lifði hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan, því að óttin býst við hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrrabragði. Ef einhver segir, ég elska Guð, en hatar trúsystkyn sín, er sá lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn eða systur, sem hann hefur séð, getur ekki elskað Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum, að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur. 1. Jóhannesarbréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs, og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorðans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn, og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar, því að andinn er sannleikurinn. 3 eru þeir sem vitna. Í himninum, Faðirinn, Orðið og heilagur andi, og þessir 3 eru eitt. Og þeir eru 3 sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið, og þeim 3 ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf, og þetta líf er í syni hans.
Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti synd, en til synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesú Kristi. Hann hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum. Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesú Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta boðorðið eins og þið heyrðuð það frá upphafi til þess að þið skilduð breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að þið missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkomin. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, bið ég að heilsa þér. Þriðja bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllu
Þú sért heill heilsu og þér líði vel í sál og sinni. Ég varð mjög glaður þegar bræður komu og greindu frá hve trúr þú ert í sannleikanum og breytir eftir honum. Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra að börnin mín hlýði sannleikanum. Þú sýnir trúnað þinn, minn elskaði, í öllu sem þú vinnur fyrir söfnuðinn og jafnvel ókunna menn. Þeir hafa vitnað fyrir söfnuðinum kærleika þinn. Þú gerir vel að greiða för þeirra eins og verðugt í Guðs augum. Því að sakir nafns Jesú lögðu þeir af stað og þiggja ekki neitt af heiðnum mönnum. Þess vegna ber okkur að hjálpa þessum mönnum og verða þannig samverkamenn þeirra í þágu sannleikans. Ég hef ritað nokkuð til safnaðarins, en Díótrefes, sem vill vera fremstur meðal þeirra, tekur eigi mark á mér. Þess vegna ætla ég, ef ég kem, að benda á gjörðir hans, hvernig hann lætur ófræja mig með ljótum orðum. Og ekki nægir honum þetta. Hann tekur ekki heldur á móti bræðurum sem koma. Og vilji aðrir gera það, hindrar hann þá og rekur úr söfnuðinum. Líktu ekki eftir því sem illt minn elskaði, heldur eftir því sem gott Sá sem gerir gott heyrir Guði til, en sá sem gerir illt hefur ekki séð Guð. Demetrius fær góðan vitnisburð hjá öllum, já, hjá sannleikanum sjálfum. Ég ber honum hið sama og þú veist að vitnisburður minn sannur. Ég hef margt að rita þér, en vil ekki rita þér með bleki og penna. En ég vona að sjá þig bráðum og munum við þá talast við augliti til auglitis. Friður sé með þér. Vinirnir biðja að heilsa þér. Heilsa þú vinunum hverjum fyrir sig.